Komið sæl. Við erum í Patreksfjarðarkirkju og í dag fyrsti sunnudagur eftir 13. Þema dagsins skírn Jesú og ég vona að þessi boðskapur blessi ykkur. En við skulum byrja á því að signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Fyrri ritningalestur úr Jósúa og hljóðar þannig. Þá sagði Jósúa við fólkið: helgi ykkur, því á morgun mun Drottinn vinna kraftaverk á meðal ykkar. Því næst sagði Jósúa við prestana: hefjið sáttmálsörkina upp og haldið af stað á undan fólkinu. Þá hófu þeir sáttmálsörkina upp og gengu á undan fólkinu. Drottinn sagði þá við Jósúa: í dag tek ég að upphefja þig í augum alls Ísraels, svo hann komist að raunum að ég með þér eins og ég var með Móse. En bjóð þú prestunum að bera sáttmálsörkina. Þegar þið eru komnir að Jórdan, skuluð þið nema staðar úti í ánni. Því næst ávarpaði Jósúa Ísraelsmenn: komið hingað og hlustið á boðskap Drottins Guðs ykkar. Síðan sagði hann: sáttmálsörk Drottins allra jarðar fer nú fyrir ykkur yfir Jórdan. Veljið nú 12 menn úr ættbálkum Ísraels, 1 mann úr hverjum ættbálki, jafn skjótt og fætur prestana sem bera sáttmálsörk Drottins, sem Drottinn allra veraldrar. Snerta vatni Jórdanar mun vatn árinnar skiptast og vatni sem rennur að ofan standa sem veggur. Þegar fólki hélt af stað úr tjöldum sínum til að fara yfir Jórdan, fóru prestarnir sem báru sáttmálsörkina fyrir fólkinu. Prestarnir sem báru sáttmálsörk Drottins stóðu föstum fótum á þurru mitt í Jórdan á meðan allur Ísrael fór yfir ána þurrum fótum þar til öll þjóðin var komin yfir Jórdan. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakka gjörð. Og seinni ritningalesturinn úr Hebreabréfinu og hljóðar þannig. Vegna þess að Jesús úthelti blóði sínu megum við nú systkin með djörfung ganga inn í hið heilaga. Þangað vígði hann okkur veginn, nýjan veg við lífsins inn í gegnum fortjaldið sem líkami hans. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Göngum því fram fyrir Guð með einlægum hjörtum í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að hvika, því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefum gætur hvert að öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýr sé þér Drottinn. Heyrum nú heilagt guðspjall sem úr Lúkasi og hljóðar þannig. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: ég skýr ykkur með vatni, en sá kemur sem mér máttugri, og ég ekki verður að leysa skóþveng hans. Hann mun skýra ykkur með heilagum anda og eldi. Allt fólkið lét skýrast, var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við, hann gerði bæn sína, að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann, í líkamlegri mynd eins og dúfa. Og rödd kom af himni: þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér Kristur. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotið.
Ég sagði í upphafi að þema dagsins skírn Jesú og í bæn dagsins lögð áhersla á þetta þema. Við skulum biðja. Guð ljóssins, við þökkum þér fyrir komu Jesú Kristi í heiminn, að hann ljós heimsins, takmark þess sem leitar og vegvísir hins villta. Við þökkum þér að við megum koma til hans með börnin okkar og okkur sjálf og þiggja blessun hans í heilagri skírn, hlýða á hann og fylgja honum að eilífu. Amen. Fyrri ritningalesturinn var frásaga úr eyðimerkurgöngunni, en eins og Biblían segir frá, þá var þjóð Guðs 40 ár í eyðimörkinni. Og þegar það kemur að þessari frásögn göngunni að ljúka. Jósúa tekinn við af Móse sem leiðtogi þjóðarinnar, en fólkið á eftir að fara yfir ána Jórdan. Sömu á og Guðspjallið segir að Jóhannes hafi skírt Jesú í. Í eyðimörkinni bjó fólki í tjöldum. Og þegar það flutti sig set, þá þurfti að taka niður tjaldbúðirnar og musteristjaldið og bera til næsta staðar. Í musteristjaldinu var sáttmálsörkin geymd á helgasta stað þess. Staðurinn var heilög jörð vegna þess að þangað inn fór æðstipresturinn einu sinni á ári til fundar við Guð og til að friðþægja fyrir allt fólkið. Enginn mátti snerta sáttmálsörkina. Og ef það gerðist óvart, til dæmis þegar hún var flutt á milli staða, þá dó sú persóna samstundis. Sáttmálsörkin var nefnilega heilög. Hún var úr gulli, skreytt verndarkerúbum, sem annað orð yfir engla, og í henni voru steintöflurnar, það er að segja boðorðin 10, lög Guðs og fórnarákvæði. Þessi lög og ákvæði voru mjög flókin að fara eftir, en prestar í ættbálki Levíta höfðu það hlutverk að sjá að þessum fórnarákvæðum væri rétt framfylgt. Í frásögninni sem við hlustuðum á áðan var fólki komið að ánni Jórdan og þau þurftu að komast yfir. Guð hafði sagt við Jósúa hvernig þeir ættu að bera sig að. Jafn skjótt og fætur prestana snerta vatn Jórdanar, mun vatn árinnar skiptast og vatnið sem rennur ofanar standa sem veggur. Og það varð. Þegar burðarmennirnir voru komnir úti, myndaðist vatnsveggur fyrir ofan þá á meðan 100.000 manna gengu yfir. Þegar Móse leiddi fólki út úr Egyptalandi fékk þjóðin svipaða eldskírn í átrúnaði sínum á Guð. Það var þegar að Guð klauf Rauðahafið og allur líðurinn gekk þurrum fótum yfir. Það er Guð einn sem hefur vald til að setja hluti í bið. Við segjum í trúarjátningunni, ég trúi á Guð almáttugan, skapara himins og jarðar. Sem sagt, við trúum á Guð sem getur allt, en samt hættir okkur til að efast þegar við heyrum frásagnir af kraftaverkum Guðs innan Biblíunnar. Og við höfum tilhneigingu til að draga Guð niður á mannlegt plan. En þjóð Guðs fékk sína skírn þegar það gekk þarna fram hjá vatnsvegnum, yfir Jórdan inn í fyrirheitna landið þar sem það settist að. Örkin var síðan geymd í borginni Bala í Júda. Þegar örkin var flutt frá Bala til Jerúsalem voru liðin nærri 500 ár frá því að örkin var flutt yfir ána Jórdan. Og það var Davíð konungur sem lét flytja hana til Jerúsalem. En Salómon, sonur hans, lét byggja musteri yfir hana og þar var örkin geymd þar til að Jesús var krossfestur. Sáttmálsörkin var geymd á helgasta stað musterisins
og eins og í tjaldinu í eyðimörkinni var þar heilög jörð. Og einu sinni á ári fór æðstipresturinn inn til að friðþægja fyrir lýðinn. Æðstipresturinn varð að vera flekklaus. Á honum hvíldi mikil ábyrgð, en það var jafnframt líka mikill heiður að fá að þjóna á þessum helgasta stað. Einhvern tímann heyrði ég að áður en að æðstipresturinn hafi farið inn í hið allra heilagasta, hafi verið bundinn spotti ökklan á honum. Það var vegna þess að engin annar mátti fara þar inn og spottinn var til þess að draga prestinn út ef hann dæi við athöfnina. Sakarías, faðir Jóhannesar skírara, var einmitt að þjóna inn í þessu allra heilagasta þegar að Gabríel erkiengill birtist honum og sagði að hann og kona hans Elísabet myndi eignast son. Sakaríasi fannst þau hjón vera orðin helst til öldruð til að geta eignast barn og vegna vantrúar hans gerði engillinn hann mállausan þar til sonurinn var fæddur og hafði fengið nafnið Jóhannes. Jóhannes óx síðan upp og á fullorðinsaldri fékk hann köllun til að skíra fólk iðrunarskírn í ánni Jórdan. Takið sinnaskiptum, sagði hann, og á tákgrænan hátt dýfði hann gamla manninum á kaf og upp úr vatninu steig nýr maður, eins og nýfæddur, með nýtt hugafar, nýjan átrúnað, með nýjan sáttmála við Guð. Guðspjallið sagði frá því þegar Jóhannes skírði Jesú. Í raun og veru var það Guð sem sá þessa skírn, því að himinin opnaðist, rödd Guðs staðfesti að Jesús væri sonur hans og heilagur andi sveif yfir. Skírnin hefur síðan verið tákgræn inntökuathöfn í söfnuð kristinna manna, en í henni staðfesta foreldrar uppeldi í kristinni trú og í fermingunni staðfestir barnið sjálft vilja sinn til að vera Guðs barn. Fyrir framan hið allra heilagasta í musterinu í Jerúsalem var þykkt teppi frá lofti og að gólfi, svokallað fortjald. En bak við þetta fortjald var hin heilaga jörð. Þegar Jesús dó á krossinum skalf jörðin. Það dró fyrir sólu miðjan dag, var dimmt, og hið þykka fortjald rifnaði í tvennt eins og pappír. Hinn heilagi staður í musterinu var ekki lengur heilagur. Hann var opinn fyrir öllum til að ganga inn. Nú var kominn nýr sáttmáli á milli Guðs og manna og eftir þetta fara engar sögur af sáttmálsörkinni. Hún gjörsamlega hvarf. Í síðari ritningalesturinn segir: vegna þess að Jesús úthelti blóði sínu, megum við nú systkin með djörfung ganga inn í hið heilaga, nýjan veg lífsins inn í gegnum fortjaldið sem líkami hans. Já, Jesús dó fyrir okkur og nú gilda ekki lengur hinn gömlu, fornu fórnar ákvæði. Heldur gilda kenningar Jesú og trúin á hann opnar himins hlið. Við byrjuðum í dag í eyðimörkinni þar sem fólk Guðs fékk hinn flóknu fórnar ákvæði. Við fylgdumst með þeim fara yfir Jórdan og Jesú vera síðan skírðan í Jórdan. Og svo hvernig fórnar ákvæðin voru numin úr gildi. Þegar Guð reif fortjaldi í tvennt svo að við getum öll gengið inn í hið heilaga fyrir trúna á Jesú. Nú ekki nóg að prestur friðþægi fyrir alla þjóðina, nú þarf hver og einn að taka sinnaskiptum eins og Jóhannes skírari orðaði það og játa fyrir Guði og mönnum trú sína á Jesú Krist. Við skulum biðja. Við þökkum þér, miskunnsami Faðir, fyrir allar þínar blessanir.
Haltu okkur fast við son þinn Jesú Krist, svo að við fyrir trúna á hann verðum börn þín og systkin hans og öðlumst þann frið sem enginn megnar að taka frá okkur. Amen.